Þannig að þá komið að 6. lið á dagskrá og það skýrsla bæjarstjóra og til máls tekur Ásthildur Sturludóttir. Forseti bæjarfulltrúar, síðustu vikur frá síðasta bæjarstjórnarfundi hafa verið helgaðar fjárhagsáætlunarvinnu en fyrri umræða fór fram eins og fundagestir vita á síðasta bæjarstjórnarfundi og fer nú fram nánari vinna við áætlunina. Eins og ég hef sagt ykkur frá þá hef ég verið að heimsækja stofnanir bæjarins og ég hef haldið áfram með þær heimsóknir og eru þar langt komnar. Þær hafa verið sérlega áhugaverðar og upplýsandi. Það mikill mannauður hjá Akureyrarbæ sem skiptir máli að styðja við og styrkja. Þann 7. nóvember fór ég heimsókn í leikskólan Pálmholt og það eru 2 hús sem tilheyra leikskólanum og annað þeirra elsta leikskólabygging bæjarins og það var alveg sérstaklega gaman að koma og sjá starfsemina þarna en Drífa Þórarinsdóttir nýlega tekin við sem leikskólastjóri og ég verð að segja ég tek hatt minn ofan fyrir henni og hennar starfsfólki fyrir þá miklu útsjónasemi sem sýnd við nýtingu á rými skólans. Þennan sama dag fór aðalfundur flokkunar fram og hittust við sveitarstjórar sveitarfélagana við Eyjafjörð til þess að ræða framtíð þess fyrirtækis en ekki síður báru úrgangsmál og fyrirtæki tengd því á góma. Þann 8. nóvember var fundur með félagsmála og jafnréttisráðherra en þar fór ég og ásamt sviðsstjóra búsetusviðs yfir málefni varðandi öryggisgæslu og rekstur dagþjónustu úrræða fyrir fólk með geðrænan vanda en við höfum verið í umfangsmiklum viðræðum við heilbrigðisráðuneyti, velferðarráðuneyti og dómsmálaráðuneyti þennan málaflokk og að það verði hægt að koma honum í ákveðin inn í ákveðin ramma þar sem gerðir eru samningar til lengri tíma. Nú 9. nóvember fór ég heimsókn í leikskólan Lundarsel og þar var gaman að sjá hvernig unnið með heimspeki og mér langar sérstaklega til þess að nefna bók jafnrétti sem unnin var af starfsfólkinu og það væri mikill akkur í því ef hægt væri að gefa út þá bók fyrir foreldra til þess að lesa fyrir börnin sín og kynna fyrir þeim hvernig lífið er margfjölbreytt. Eftir að hafa heimsótt Lundarsel þá fór ég í Rósenborg, hitti þar starfsfólk og átti mjög gott spjall við þau málefni barna og ungmenna og var umræðaefnið sá harði heimur sem ungmenni standa frammi fyrir og nýr veruleiki þeirra í nútímanum. Og við ræddum mjög mikið hvað við getum gert ekki bara sem sveitarfélag heldur líka samfélag og hvernig við getum stutt við bakið á unga fólkinu okkar. Svo endaði dagurinn á því að danski sendiherran Eva Egesborg sem nýkomin til landsins heimsótti mig og við fórum síðan þar sem hún opnaði ljósmyndasýningu í Glerártorgi í tilefni af 100 ára afmæli fullveldisafmælis Íslands. Og ég hvet ykkur eindregið til þess að kíkja á þessa sýningu, hún skemmtileg og það eru fjölmargar myndir sem hafa ekki birst opinberlega áður. 13. nóvember þá skundaði stór hópur héðan úr Eyjafirði á fund umhverfis- og samgöngunefndar þar sem til umræðu var tillaga þingsályktun 5 ára samgönguáætlun fyrir árin 2019 til 2023 og það ástæða til þess að segja frá því að þarna fór einarður hópur fólks sem öll voru með það efst á listanum að málefni Akureyrarflugvallar væri það sem þyrfti að berjast ríkulega fyrir. Kvöldið sótti ég fund í Brekkuskóla undir formyrkjunum foreldrar skipta mestu máli líf unglinga nú til dags. Það má eiginlega segja að ég hafi verið undir áhrifum fundarins í Rósenborg en þarna var ég bæði sem bæjarstjóri en ekki síður sem foreldri unglings. Þetta var flottur fundur og fræðslan var alveg sérlega góð og ég mætti snemma því ég var alveg sannfærð það yrði fullt út úr dyrum. En það kom mér á óvart hversu fáir í raun og veru mættu á þennan frábæra fund þar sem var alveg einstaklega góð fræðsla frá starfsfólki bæjarins í sérstaklega í ljósi þeirra miklu umræðu sem hefur verið undanfarið skelfilega fíkniefnavá í samfélaginu.
Þann 15. nóvember þá undirrituðu ég, Þórleifur Stefán Björnsson, formaður stjórnar Menningarfélagsins Hofs og Þuríður Helga Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri Menningarfélags Akureyrar, samkomulag listasjóðinn Verðandi. En sá sjóður gefur skapandi fólki tækifæri til að nýta húsakynni MAK til að sýna list sína. Umsóknarfrestur til 2. desember og hægt að sækja í gegnum heimasíðu menningarfélagsins mak.is. Nú í gær þá fundaði bæjarstjórn með yfirstjórn Isavia, þar sem var farið yfir stöðuna og framtíðarsýn fyrir flugvöllinn á Akureyri. En mikil áhersla hefur verið lögð hjá bæjarstjórn Akureyrar og eins og ég sagði áðan líka hjá bæjarstjórnum annarra sveitarfélaga við Eyjafjörð á uppbyggingu flugvallarins hér á Akureyri og hún verði sett í algjöran forgang hjá ríkisvaldinu. Þetta var mjög góður fundur og ég held að við höfum öll farið töluvert bjartsýnni en við vorum fyrir fundin frá þessum fundi. Nú síðdegis funduðu ég og forseti bæjarstjórnar Halla Björk Reynisdóttir með Jakob Isboessen, formanni sendinefndar Grænlands á Íslandi og fleiri aðilum sem tengist norðurslóðamálum og fórum við yfir sameiginlega hagsmuni og hvernig Grænland og Akureyri geta unnið saman í framtíðinni að sameiginlegum markmiðum. Nú í dag alþjóðadagur barna og af því tilefni var boðað til réttindaspjalls á Amtbókasafninu sem hefur áður verið nefnt hér í dag. Þar tóku 3 piltar til máls og ræddu málefni ungs fólks og það var alveg sérstaklega áhugavert að hlusta á þá og hvað þeir höfðu að segja og ég held að okkur sé mjög hollt að hlusta á krakkana. Þau eru ekki vandamál, þau eru sannarlega glæsileg og flott og frambærileg og hafa frá miklu að segja og við eigum að hlusta á þau. Nú síðastinn en ekki síst, þá var stjórnendadagur Akureyrarbæjar í Ketilhúsinu í dag og það var fróðlegur og skemmtilegur dagur og ég segi aftur og enn, það mikill mannauður sem við höfum hjá Akureyrarbæ sem okkur ber að hlúa að, styðja og styrkja. Takk. Það er bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir í loki máli sínu og eftirtaldar dagskránni sem sagt tæmd. Eftirtaldar fundagerðir lagðar fram til kynningar, afgreiðslufundur byggingafulltrúa 8. og 14. nóvember, bæjarráð 8. og 15. nóvember, frístundaráð 7. og 2. og 7. nóvember, fræðsluráð 29. október, skipulagsráð 14. nóvember, stjórn Akureyrarstofu 15. nóvember, umhverfis- og mannvirkjaráð 9. nóvember og hægt að nálgast þessa fundagerðir á vef Akureyrarbæjar. Og þá segi ég bara fundi slítið klukkan korter yfir 5. Takk fyrir góðan fund.